Ja, Óskar, 5-0 tap á Meistaravöllum. Hvernig lagðir upp leikinn svona í ljósi þess að KR í Pepsi Max-deildinni en þið voruð að komast upp úr þriði? Uppleggið náttúrulega var að reyna kannski að drepa eins tempóið og halda markinu hreinu en við fengum okkur mark eftir 3 eða 4 mínútur og það var bara erfitt eftir það. Góð stemming í stúkunni, var það ekki geggjað svona plús? Geggjað klúbbur hérna sem stuðningsmannafélagið, þannig að þeir fylgdu okkur og bjuggu til skemmtilega stemmingu hérna og við þökkum þeim bara kærlega fyrir það. Það er gott að heyra. Hérna í stöðunni 2-0 að fá þið dauðafæri. Hefði leikurinn ekki blasa allt öðruvísi við, hefði þið skorað þarna 2-1? Jú, þetta er líka þess að við töluðum í hálfleik að þú veist, við fengum sénsa til þess að búa til leik úr þessu en síðan komum við líka aftur í seinni hálfleikinn og aftur mark 3-0 eftir 2-3 mínútur. Þá var þetta bara game over. Fyrst leikadrið, var það ekki eitthvað svona sem var rætt um? Jú, það var rætt um og ég er líka svektur að við fengið okkur mark úr fyrstu leikadrið hérna alveg í lokin en við vorum að reyna og menn gáðu allt í þetta þannig að við erum bara klári fyrir deildina. Já, talandi um deildina. Hvað er þín markmið fyrir deildina í sumar? Við höldum því bara fyrir okkur en já, ég ætla bara að segja eins og á fótbolti.net spánni að fyrsta mál hlýtur alltaf að vera að halda sér í deildin fyrir nýliðar hann þannig að við höldum bara því fyrir okkur, þjálfarar og leikmenn og stjórn. Gangi vel, Óskar. Takk hérlega.